Komið þið sæl. Hún nálgast okkur óveðurslægð hér úr suðri og hún að dýpka býsna ört og stefnir hér upp á milli Íslands og Skotlands og meginstefnan svona í átt að Færeyjum. En ef við lítum síðan á þróunum þá hér til annars kvölds þá sjáum við hvernig þessi skil koma hér og nálgast suðausturströndina í fyrramálið og það orðið leiðinda veður þarna svona og upp úr hádegi á morgun. Gular viðvaranir á Suðausturlandi eins og við komum nú betur inn á eftir. En þarna annað kvöld þá hún svona rétt suðvestur á Færeyjum og nokkuð mikil sig og töluverður vindstrengur, sérstaklega hérna þá með suðausturströndinni. Það aðeins óljós hversu mikið nær inn á land en það verður örugglega vel hvasst á Suðausturlandi. Aðrir landshlutar fá nú mun minni vind. En við sjáum hér á hitasviðinu líka eftir því sem að lægðin hefur svona síðustu daga verið að færa sig svona heldur sunnar og austar að þá fá til dæmis Færeyingar býsna vænan skammta hlýju en við hins vegar fáum svona örlítið ljósblárri lit á suðvesturhorni en að öðru leyti verður þetta svipað og verið hefur. Þannig að ef við lítum þá á aftur til þróunina frá því í kvöld og til hádegis og morgun að það svona við sjáum að það fer nú fljótlega svona að snúast til austanáttar og bæti í vindinn jafnt og þétt í nótt og í fyrramálið og svo kemur gul viðvörun hér inn klukkan 10 í fyrramálið. Þetta svona hríðarviðvörun. Þannig að viðbúið að verði bæði skafrenningur, dálítil snjókoma og svo ekki minnst þá vindhraðin hérna svona upp undir 20-23 metra og getur farið í 25 metra eins og í Öræfum og þar má alveg gera ráð fyrir að hviður getur farið í svona eitthvað yfir 40 metra á sekúndu á þeim slóðum en annars staðar verður þetta mun skaplegra. Hitastigið 2-4 gráður hérna á suðvesturhorninu og svo svalar eftir því sem austar dregur og eins líka eftir því sem norðar kemur og þá svona vægt frost víðast hvar fyrir norðan en svona hangir líklega yfir núllinu hérna á suður og vesturlandi. Og svo ef við látum þetta þá rúlla yfir til föstudagsins að við sjáum hér á eftir að viðvörunin breytist úr hríðarviðvörun í vindaviðvörun og svo dettur hún út annað kvöld og þá líka fer að draga nokkuð hratt úr vindi. Vindur verður norðlægari enda lægðin komin töluvert langt austur fyrir land og úrkoman svona komin yfir í éljagang á norður og austurlandi og þá léttir jafnframt til hér á sunnan og vestanverðurlandinu og býsna fallegu dagur svona að sjá en býsna napurt og það nú ekkert notalegt að vera úti í 5 stiga frosti og strekkingsvindi. Það bítur nokkuð fast. En þá þróunin síðan frá föstudegi til laugardags það heldur bara áfram að draga úr éljaganginum og verður býsna bjart og fallegt veður. Það kemur reynda svona örlítil háskýjabreiða yfir svona af og til en svo vert að líta eftir þessum litlu lægðardrögum sem koma hér upp á suðurströndinni á laugardagsmorgun. Þau svona svolítið, það svolítið á reiki hvorum megin við Mýrdalsjökul, þetta ætlar að koma ennþá. Þannig að það að gera að fylgjast með ef þið á leið þar hjá á laugardaginn að það getur snjóað nokkuð staðbundi býsna drjúgt úr þessu. En þá ef við lítum þá hitatölur og annað að það eiginlega bara svona háskýjabreiða yfir öllu landinu en það hátt yfir að það verður bjart og líklega skín sólin svona nokkuð í gegn nema þá hérna þar sem að þessi bakki einna helst og á sunnudaginn að þá erum við komin næsta lagi svona nálgast okkur. Það skil hérna sunnan við land sem að bæði snjóar og rignir úr en ná nú nýjast spárbend til að ná nú lítið inn á land en fyrir norðan þetta svona austan golukaldi með svona frekar þurru veðri en hins vegar eins og í Eyjafirðinum þar sem að kaldalofti lekur ofan á hálendinu og út Eyjafjörðina þar verður býsna kalt. En við skulum þá líta yfir til Evrópu. Það nú frekar úrkomusamt, það hlýnar nú tímabundi hérna í Skandinavíu á morgun og hinn en eftir því sem sunnar dregur og þá kólnar svona inn á miðja Evrópu en svo hlýnar aftur þegar maður kemur suður undir Miðjarðarhaf en þar hins vegar nokkuð víðáttumikið skúraveður og þrumur og eldingar og svona nokkuð víða. Grikkland fær svona einna mest á morgun líklega á meðan að Íberíuskaginn liggur hér utan í hæðinni og fær fínasta veður þó að hitatölurnar séu nú ekkert alveg stórkostlegar. Kanarí, það eimir enn af smá úrkomubakka sem fór hér suður af í dag og fyrir í dag og í nótt en á morgun verður þetta svona á þessu róli kringu 20 gráðunar og einhverja smáskúrir á stöku stað. Norður Ameríka, þessi lægð hér sem komin svona í norðaustur Kanada
og hún ýtir niður köldu lofti, þannig að kemur svona köld tunga hérna niður og það að sjá að sú þróun haldi áfram næstu daga, en það mjög bjart í Suðurríkjunum og fínasta veður á þeim slóðum, en við látum þetta gott heita í kvöld, verið sæl.